Bráðum koma blessu jólin, lag og ljóð eftir mig. Og muniði svo að koma til kirkju leið og ég byrja að hringja klukkonum rétt fyrir klukkan 6 á aðfangadag. Þá fáið að heyra nýja jólalagið sem ég semdi nú í nótt. Jó. Svei mér þá, ég bara alveg hreint að detta út af mér. Mér verður sko ekki neitt úr veltinu þessu áframhaldi. Ég held ég fái mér bara smá lúr. Láti bátinn bara sigla á mér. Jæja, hróar minn, þá leggjum við því hann einu sinni. Hvað ert annars búinn að vera lengi með mér til sjós? Það skiptir ekki máli. En hvað sem því líður þá held ég að ég hafi bara aldrei á mínum 65 ára sjómannsferli orðið eins syfjaður. Ég vakti svo lengi við að semja nýja lagið mitt í gærkvöldi. Já, ég held ég fái mér bara smá blund. Hvað segirðu, hróar minn? Ég sagði í Guðanabænum fáðu þér blund í þeirri von að þú myndir hætta þessu þvaðri. Já, ég fæ mér opolítinn lúr. Bara opolítinn lúr og vakna svo hress og endurnæður. Hófaðu í mig, hróar minn, ef þér sýnist ég ætla að sofa og lengi. Nei, hvort þó í hoppandi. Ég búinn að sofa í 6 klukkutíma.
og báturinn hefur verið á fullu stími allan tíman. Og hvað nú þetta? Það heyrist ekkert í mótornum. Og báturinn kjur. Hróar, af hverju vaktirðu mig ekki? Nei, 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 nei. Olían öll á bak og burt og ég búinn að steinsofa meðan báturinn fór á fullu stími út í hafshaug. Hvar í veröldinni skyldi ég vera staddur og hvernig kem ég vélinni í gang? Hérna þó alltaf varaolía. Ég hlýt að geta notað hana. Nei, 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 hvort þó í þreifandi, hoppandi, syngjandi. Ég man það núna. Ég fyllti varaolíubrúsann af jólaöli. Því að mér þykir það svo gott. Hvernig gat mér nú dottið þetta í hug? Litla-Bugðuvík! Stóra Litla-Bugðuvík! Halló? Halló? Hallgerður Langbrók kallar Stóru Litlu-Bugðuvík. Þetta er séra Jón á Hallgerði og þarf á aðstoð að halda. Nei. Ég mátti svo sem vita það. Ég hefði átt að láta gera við talstöðina í staðinn fyrir að kaupa mér blokkflötuna. Ég mátti svo sem vita það. Svona tæki ger ekki við sig sjálf eins og ég hefði vonað. Adam átti síni, sjö síni átti Adam. Adam elskaði alla þá og allir elskuðu Adam. Hann sáði. Flutningaskipið Hlaðfreyja. Stóra Litla-Bugðuvík kallar flutningaskipið Hlaðfreyju. Skipti. Já, flutningaskipið Hlaðfreyja hér í skipti. Já, þetta er Símon hafnarstjóri í Stóru Litlu-Bugðuvík. Ég átti von á stóra jólatrénu sem við setjum alltaf upp á torgi fyrir jólin. Varstu ekki með það í síðustu ferð? Jú, ég kom með jólatréð og nýja siglutréð á bátinn hans séra Jóns skipti. Já, siglutréði hér en ekki jólatréð. Og séra Jón fór út í morgun og ég sá ekki betur en það væri einhvers konar siglutré á bátnum hans. Skipti. Siglutré? Jólatré? Almáttugur. Það skyldi þó aldrei vera. Nei, 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 nei. Þetta getur ekki verið satt. Þetta má ekki vera satt. Hvað verður nú jólin í Stóru Litlu-Bugðuvík? Ég hef nú lent í mörgum slæmum vandræðum dagana. En þetta er nú eitthvað það allra versta sem ég hef lent í. Þetta getur ekki hafa gerst. Hvaða vitleysa er þetta? Auðvitað er þetta ekki jólatré. Það er engin grenilykt. Ef þetta væri jólatré, þá hlyti að vera grenilykt. Nema það væri í loftþéttum umbúðum svona eins og kótiletta.
jólatréð, siglutréð, herðatréð, eða hvaða vitleysa er þetta? Ég verð að bíta á jaxlinn og athuga þetta svona. Nei! Hræðilegt! Hvað á ég? Hræðilegt! Æ, hvað á ég að gera? Hvað á ég að gera? Ef ég kemst ekki heim fyrir jólin, þá verður enginn til að hringja inn jólin og aðfangadag. Og þá veit enginn hvenær jólin koma. Og jólatréð! Ef ég kemst ekki í land með jólatréð, þá verður bærinn svo tómlegur og ekkert jólalegur og börnin gleyma að hlakka til jólanna. Æ, einhvern veginn hlýt ég að geta komist heim til mig. Einhvern veginn hlýt. Ég veit! Borði! Ég bý til borða! Tralala! Merkipenna mig vantar. Merkipenna og léreftsborða. Hvar fæ ég léreftsborða? Jú, hérna lag. Ég ríf það svona í sundur. Svona. Og þá vantar mig heftara. Skulum sjá, hérna er heftari og þá vantar mig bara 2 prik, bara 2 löng og mjó prik. Sko, hér koma þau svona og svona. Og fyrst kemur há, svona. Og svo kemur jóð, er það ekki? Svona. Og svo kemur á, svona. Já, einmitt. Og svo kemur ell, er það ekki? Jó, svona. Og svo kemur bjé. Ha. Bjé, er það kannski pjé? Nei, það er bjé. Hróar, er það ekki bjé? Hvaða stafur er það? Ég þekki hann ekki. Jú, þetta er B, svona. Og þá er bara að hefta borðan við prikinn. Svona. Svo er bara að bíða eftir því að flugvél fljúi yfir. Þá fer ég og veifa borðan. Sko, þeir hljóta að sjá borðan þó þeir séu hátt uppi. Og þá kalla þeir talstöðina sína í land og segjast hafa séð nauðstaddan sjómann á bátnum sínum. Og þá verður sendur annar bátur eftir mér. Sko, stórkostlegt. Ég er búinn að búa til borðan. Fínt hjá þér, en treystirðu þér ekki til að gera nokkurn skapaðan hlut, þegjandi og hljóðalaust? Ég er kominn heim fyrir jólin, ég er kominn heim fyrir jólin. Allkominn heim, já allkominn heim, já ég er kominn heim fyrir jólin. Vissi ég ekki? Ég verð kominn heim fyrir jólin. Þarna er hún. Hæ, sjáu þið ekki, hæ. Hvurslags er þetta? Ég verð að festa annan endan ykkur staðar svo ég geti strekt á borðanum. Að svítans klaufaskapur var að hafa ekki athugað það. Hæ! Flugvél! Hæ! Halló! Sjáu þið þetta ekki? Halló! Svona hvað á að fara? Halló! Farin. Hún er farin.
og kemur ekki meir. Hvað var ég nú að hugsa að athuga þetta ekki? Og flugvélin kemur sko ekki aftur. Hefði ég ekki verið einn borð, þá væri nú björgun á leiðinni. Þetta nú bara í fyrsta skipti á mínum sjómannsferli sem ég hef þurft á háseta að halda. Hvað gagnar það mér að eiga nóg af jólaöli? Finnst allir heim í þorpinu mínu missa af jólunum. Einn gamall kall á reki út á sjó. Það er lítil jól það. Ég er ekki hissa þó að Jesúbarnið yrði fói. Ég verð einn á reki yfir jólin. Ég verð einn á reki yfir jólin. Einn á reki, einn á reki. Ég verð einn á reki yfir jólin. Ég verð einn á reki yfir jólin. Ég verð einn á reki yfir jólin. Einn á reki. Ha? Hvað er nú þetta? Hvað er nú þetta? Getur þetta verið? Getur verið að sé annar bátur hér á siglingunum? Það hlýtur að vera. Það siglir ekkert á sjónum annað en bátar. Nei, þetta er nú sá furðulegasti bátur sem ég hef augum litið. Og ekki er skipstjórinn minna undarlegur ef mér leyfist að segja svo. Skyldi hann stefna hingað? Hvað sagðirðu? Ahoj! Ahoj! Já, auðvitað, hvernig læt ég? Já, Guð blessi þig. Já, góðan dag og hvaðan ber þig að? Áður en ég svara spurningu þinni, ætla ég að bjóða þér góðan dag og kynna mig síðan. Góðan dag. Leyfist mér að kynna mig. Ég er Ísbjörn. Já, fyrirgefðu ókurteisina, Ísbjörn minn góður. En nafn mitt er Jón Þorgilsson og er ég sjómaður. Já, ég er þó oftast kallaður séra Jón, en það er ekki vegna þess að ég sé prestur. Heldur er ég hringjari í stóru litlu Bugðuvík. En mér leyfa að spyrja, hvaðan ber þig að? Ég er að fara heiman. Já, svo þú ert að fara heiman, já. Og hvar er heima? Ég átti heima á Norðurpólnum, en tók þá ákvörðun að fara og skoða mig í heiminum. En þá gerðist nokkuð sem ég botna ekkert í. Nú, og hvað var það? Jakinn minn fór að minnka. Fyrst byrjaði hann að minnka smátt og smátt, en svo tók hann að skreppa saman og ógnarhraða. Og ég er satt best að segja kominn í dálitlar þrengingar. Nú, hann er greinilega bráðna, það er ekkert að verða eftir af honum. Já, það var einmitt þetta sem ég var að hafa áhyggjur af.
En úr því að við hittumst hér var mér að detta í hug hvort að þú vildir ekki taka mig upp á jakann þinn. Því ég flýt ekki nógu vel sjálfur. Ég ætla að sé ekki best að þú drífir þig borð. Og hvað þetta? Þetta búslóðið mín. Það var ekki lengur pláss fyrir hann á jakanum, svo ég var að setja hann í poka og draga hann á eftir mér. Þvílík endemis ósköp af drasli. Svona, taktu nú í höndina á mér og ég toga þig upp. Svona, haltu þér. Ég held að þetta ætli ekki að ganga sér að Jón. Þú ert ekki nógu sterkur. Er ég ekki nógu sterkur? Það er þú sem ert alltaf þungur. Hreinlega sílspikaður. Það þyrfti heilan krana til að toga þig borð. Við verðum að gera eitthvað sér að Jón. Jaki minn alveg að hverfa. Já, ég að reyna að láta mér detta eitthvað í hug svona. Býttu augnablik. Já, flýttu þér sér að Jón. Já, flýttu þér nú, flýttu þér. Þannig ég veit hvað ég geri. Býttu augnablik og vertu hugrakkur. Þetta er alveg að koma. Hérna er markús á netið mitt. Mín eigin uppfinning. Svona, gríptu nú í netið og klifraðu svo upp. Hjálp, séra Jón. Ég held ég sé að missa takið það. Hjálp. Hanna nú, þar tókst að. Velkomin í trilluna mína hana Hallgerði. Nefnda eftir henni langömmu minni langbróður. Og hvað er nú þetta? Halló? Halló? Ísbjörn? Ísbjörn? Hvað það hefur liðið yfir hann? Almáttu ofurgæs, ég drukkna. Bjargaðu mér, ég drukkna. Svona. Hvaða læti eru þetta? Sérðu ekki að þú ert komin borð í bátinn minn? Svona. Hvað er þetta? Það er miklu hættara við því að þú drukknir í hávaðanum í sjálfu þér, heldur en að þú drukknir í sjó. Svona, stilltu þig. Hjartkæri séra Jón, leyfðu mér að taka í vænginn á þér og þakka þið fyrir lífgjöfina og ekki að gleyma honum Markúsi sem á netið skilaði þakklæti til hans. En heyrðu mig séra Jón, hvers konar mörgæs ert þú eiginlega? Mörgæs? Hvað? Ég er engin mörgæs. Ég er maður. Mörgæsir eru fuglar. Þú getur sjálfur verið mörgæs. Nei, ég er ísbjörn. En ég held ég hafi einhver tíma verið mörgæs. Eða eigi eftir að verða það. Af hverju ertu alltaf að tala um mörgæsir? Það er engar mörgæsir hér slóði. Besti vinur minn er mörgæs. Hún er eiginlega eini vinur minn. Og hún sagði mér að það væri til alls konar ólíkar tegundir af mörgæsum í heiminum. Og hún veit það því að hún hefur ferðast allan heiminn. En hún sagði mér ekki að það væri til neitt annað en mörgæsir og ísbjörn. Já, það er nú svo. En nú ættum við að drífa okkur niður í káetu því þú ert alveg holdvotur og verður að fá eitthvað heitt að drekka. En segðu mér annars, hvað heitirðu annars? Ísbjörn. Var ég ekki búinn að kynna mig? Ég hélt endilega að ég hefði verið búinn að kynna mig. Jú, þú varst búinn að kynna því. Ég hélt bara að þú værir Ísbjörn en hétir eitthvað annað. Nei, ég er Ísbjörn og heiti Ísbjörn. Ég hafði hugsað mér að fá mér eitthvað annað nafn.
En svo hugsaði ég að það væri tilgangslaust að heita eitthvað þegar að maður býr einn á ísjaka og enginn er til að kalla mann með nafni. Já, og þannig stendur á ferðum okkar hér. Passaðu þið, þetta er heitt. En ég verð að komast heim fyrir jólin. Ef ég verð ekki mættur til að hringja kirkjuklukkunum, þá missa allir af jólunum. Og svo ég minnist nú ekki á siglutrið, ég meina jólatrið. Jæja, svona nú Ísbjörn, súttu nú hressilega á. Jólasveinar gangum gólf með gylltan staf í hendi, móðir þeirra sópar gólf og hýðir þá með vendi. Upp á stól stendur mín kanna, 9 nóttum fyrir jól þá kem ég til manna. Upp á stól stendur mín kanna, 9 nóttum fyrir jól þá kem ég til manna. Mikið var þetta skemmtilegt, séra Jón. Já, þetta er eftir mig. Úff, það er nú meira hvað þetta var skemmtilegt. Ha? Séra Jón, hver er þetta? Þetta er bara Hróar hrafninn minn. Taktu ekkert mark á honum, hann verður alltaf svo þunglyndur í skammdeginu. En amar eitthvað að þér, séra Jón? Nei, það er svo sem ekki neitt. Ég verð bara sjálfur svo þunglyndur þegar ég hugsa til jólanna og hvernig þau ætla að fara núna. Auðvitað kemstu heim fyrir jólin. Það er ég alveg viss um. Ég held meira að segja að ég viti hvernig við getum. Séra Jón, sjáðu! Auðvitað kemstu heim fyrir jólin. Það er ég alveg viss um. Ég held meira að segja að ég viti hvernig við getum. Séra Jón, sjáðu! Hvað er nú þetta? Nei, þetta er nú það alljótasta kvikindi sem ég hef nokkuð tíma augum litið. Ísbjörn, þú veist greinilega hver þetta er og hvað hann er að vilja. Þetta er marbendill. Nei, ekki opna. Hvað hann er farinn, hvað gengur að þér, Ísbjörn? Af hverju má ég ekki opna fyrir marbendli? Nei, ekki opna fyrir marbendli. Hann er hættulegur. Hann er vissulega ljótur, en það er ekki þar með sagt að hann sé hættulegur. Víst er hann hættulegur. Ég veit að vel ég þekki hann. Hann er anstíkilegasta kvikindi sem ég þekki. Svona nú, Ísbjörn, ég trúi þér. Það er engin ástæða til að fara að grenja út af þessu. Svona nú, Bjössi minn. Svona nú, hættu þessu nú. Þófinn minn. Mér er svo eitt í þófanum. Þófinn, segirðu, lofaðu mér að líta á þetta. Nú, einmitt, já. Það er von að þér sé illt, Bjössi minn. Þú hefur fengið flís í þófan. Ég heiti ekki Bjössi. Svona, Bjössi minn, vertu nú rólegur. Ég skal reyna að ná flísinni. Svona, já. Nei, hættu, þetta er vond. Ég vil þetta ekki hættu. Já, hættu sjálfur. Ég er löngu búinn að taka hana. Hann er kominn aftur. Þessi Ísbjörn er greinilega karl í krabbinu, Nei, aumingjakallinn, hann hefur fest sig í netinu. Við verðum að bjarga honum. Nei, ekki bjarga honum. Hann er ekki fastur, hann er bara að þykjast. Ég trúi þessu bara ekki á þig, Ísbjörn. Ætlastu til þessi láti marbendir tetrið drukkna hérna á þessu ég geri minnstu tilraun til að bjarga honum. Ég segi þér alveg satt, séra Jón. Hann er ekki fastur, hann er bara að hrekkja.
svoleiðis eru marbendlar. Svona hættu þessu. Öllum verður að bjarga úr sjávarháska. Hvort sem þeir eru hrekkjusvín eða ekki. Ég sagði þér þetta, séra Jón, að hann reyndi að toga þig úti til sín. Hvaða endemisvitleysa er þetta í þér, Ísbjörn? Hættu þessu nú! Svona, þér væri nær að hjálpa mér heldur en að standa þarna og tala illa mörbendinu. Svona, ótætti skvíkinir ætlar að draga mig út í. Svona, slepptu mér óhressið þitt! Slepptu mér! Svona! Ég sagði þér þetta, séra Jón, hann var bara að plata. Ég sagði þér þetta. Ég er þetta! Svona! Þú skalt ekki ná mér í gæsta afskilminni! Svona, togaðu betur í fjall! Ég toga eins og helst og ég get, séra Jón. Ég get ekki meira. Ekki slappa! Ekki slappa! Ég held ég sé búinn að finna ráð! Svona, haltu betur í fjall! Já, haltu fast í spjörn! Haltu fast! Ég er búinn að finna ráð! Skilaðu mér stafnýðinu strax, skepna þín! Heyrðu það á fjendinni! Ég skal sko aldeilis jafna þig sjávarrotta þín! Heyrðu það! Fyrirgeðu Ísbjörn. Ég hefði átt að trúa þér. Þú sagði sko áður og satt þennan ólukkans marbendi. Já, svona eru marbendlar. Ekkert nema óknýttir og illgirni. Halló? Halló? Þetta gengur ekki, ég verð að ná sambandi. Asjuk, tjasni, kontiti. Rösta lífhústeke. Honki, tonki, tom, tom. Ekki batnar það. Hvað var þetta? Lagið, Já. þetta var baunasöngurinn. Baunasöngur, og hvað er baunasöngur? Baunasöngurinn er sunginn á fiskveiðjuhátíðinni. Á hverju ári borða mörgæsir ekki fisk í heilan mánuð og áður en fastan byrjar halda þær fiskveiðjuhátíð og syngja þetta lag og biðja baunir í staðinn fyrir fisk. Nei, heyrðu minn, þú ætlast þó ekki til að ég trúi þessu. Þú ert auðvitað sjálfráður hverju þú trúir. En svona er þetta nú samt. Og þær dansa baunadansinn líka. Nei, nú steinhætti ég að trúa þér. Ég skal bara sýna þér hvernig hann er. Asjuk, tjasni, tjasni, kontiti. Rösta lífhústeke. Honki, tonki, tom, tom. Nei, þar kom að því. Þetta er nú í fyrsta skipti á ævinni sem ég varð orðlaus af undrun. Þannig nú, þar heyrist eitthvað. Sami blái himinn og sama bláa hafi, hvílíkur endalaus blámi yfir. Ég hef gefið upp staðarákvörðun, stekkjastaur, yfir. Staðarákvörðun segirum, já það er víst 66 gráður norður og 67 gráður vestur og alveg óskaplega hátt uppi yfir. Þú ert á réttri leið, stekkjastaur. Ef þú heldur áfram sömu stefnu og notast við 4 hreindýrsöfn, nærðu til byggða kvöldmatarleytið. Gangi þér vel, yfir og út. Ég veit hver þetta er og hvar hann er. Nú, hver er þetta? Þetta er hann stekkjastaur Jólasveinn. Hann er gamall vinur minn og hefur stundum beðið mig aðstoð þegar hann hefur lent í vandræðum. Og hann sagði 66 gráður norður og 67 gráður vestur. Það þýðir að hann er hérna beint fyrir ofan okkur. Já. Jólasveinn líka. Hvað verður næsta? Hvar er hann? Hvar er... Hæ! Þarna er hann!
ég til hans og bið hann að fara með skilaboð heim í þorpið mitt. Halló, stekkjarstaur! Stekkjarstaur! Halló, heyrir í mér? Halló, stekkjarstaur! Hvar er? Hæ, þarna er hann! Þarna er hann, sjáðu! Nú hrópa ég til hans og bið hann að fara með skilaboð heim í þorpið mitt. Halló, stekkjarstaur! Stekkjarstaur! Halló, heyrir í mér? Halló, stekkjarstaur! Heyrirðu í mér, jólasveinsauðurinn þinn? Halló! Gleðileg jól, börnin góð! Gleðileg jól! Halló, stekkjarstaur, heill og sæll, gamli vinur. Óskup er gott að sjá þig aftur. Heldur að væri möguleiki að þú getur gert okkur svolítið greiða. Gleðileg jól, börnin góð! Gleðileg jól! Halló, stekkjarstaur, talaðu við mig, jólasveinn. Við þurfum á aðstoð að halda. Halló, stekkjarstaur! Sko, Það er örugglega langt síðan að þú og stekkjarstaur hafi hist. Og hann virtist ekkert kannast við þig. stekkjarstaur veit nú hvað hann syngur. Ég vissum að í pakkanum er olíubrúsi vittu til. Sko, sagði ég ekki? Nei, það er ekki olía. Það er sulta. Sulta? Já. Nú, við drífum okkur inn og bökum vöflur. Já. Vöflur með sultu. Jæja, þá er allt að verða tilbúið. Ert þú ekki búinn að leggja á borðið? Allt tilbúið hér, séra Jón. Sko, og nú ætla ég að sækja dálítið sem á eftir að gleðja okkur báða. Er það? Já, Hvað er það? já, þú sér það nú, sko. Sjáðu, Nei. ekta rifsberjasaft. Sko, sú besta á landinu. Eða sjónum. Mikið rosalega er þetta gott. Það er rosalega gott. Og já, maður kann nú að baka vöflur. Já, það var svo sem auðvitað. Allt þykist hann kunna. Já, ekki spillir saftin. Hana bjó ég líka til sjálfur úr rifsberjum úr garðinum mínum. Aha. Hún er líka alveg rosalega góð. Get ég fengið meira? Já, bara pínu lítið svona. Það er nefnilega það góða við þessa saft að maður þarf bara örlítinn dropa til að fara að líða vel. Ef hins vegar ofmikið er drukkið, þá er hætt við að ýmsir undarlegir hlutir fara að gerast. Er það? Já, Verður maður veikur? ekki kannski veikur, manni líður ágætlega, en það fara ýmsir undarlegir hlutir að gerast. Hvað gerist? Segðu mér það, séra Jón. Nei, við skulum ekki tala meir um það. Gerðu Þetta það. er orðið gott. En nú ætla ég með þetta hérna. Þetta var nú alveg ágæti sulta sem jólasveinninn gaf okkur. Já. En nú ætla ég upp á dekk til að draga inn markúsanettið. Hvað ætli gerist? Ég hlýt að mega fá pínu lítið viðbúð til að athuga það.
kemur smátt og smátt. Ósköpur þetta snautlegt. Átti að vera hérna einhvers staðar. Afgangurinn af jólaskrautstombólinni frá því fyrra, já, ég vissi það að væri hérna. Jólin koma brátt. Jólaskap. Það Ísbjarnar greyið nú að stússa. Kemur smátt og smátt. Alveg ég viss að hann á eftir að koma sér í klandur einn góðan veðurdag. Hvað gengur hér á? Hvurslags ógnarlæti eru þetta? Mikið ofsalega fín músík sem þú átt hérna, Nonni minn. Rosalega fín. Hvað hefur komið yfir þig? Af hverju læturðu svona? Nú dansaðu við mig, Nonni minn. Það er svo miklu skemmtilegra að hafa dansfélaga. Ég ekki dansfífl. Þegar ég dansa, þá dansa ég við konur, ekki íspilli. Heyrðu, hefurðu drukkið alla saftina? Allt úr flöskunni minni. Heyrir ekki hvað ég segi, ég að spyrja hvort þú hafi klárað allt úr flöskunni. Nei, Nonni minn. Sko, það var þannig... Þú gerðir það nú samt. Nei. Þýðir ekkert fyrir þig að þræta. Þetta hefur maður upp úr því að vera góður við vandalausa. Taka þá upp í bátinn sinn og gefa þeim vöfflur og saft. Ég sem var búinn að geyma þessa flösku og ætla... Heyrðu, bíddu, komdu, þú ferð þér að voða þarna uppi. Slepptu. Komdu niður, segi ég. Æ, sumir eru greinilega komnir í jólaskapið. Upp á stól stendur mín kanna, 9 nóttum fyrir jól, og kem ég til manna. Farðu varlega Ísbjörn, farðu getur dottið, komdu niður undir eins. Ég hlakka svo til jólanna, ég hlakka svo til, þú veist það, Nonni minn, er það ekki? Ég veit það, jú, ég veit það. Ég líka svona, en komdu nú niður. Ég ætla að syngja söng til vindsins. Ég ætla að láta vindinn bera sönginn minn út hafið allt. Vindur og vind. Á ég að skila kveðju frá þér, Nonni minn. Vindur og vindur, fljúgdu út hafið allt. Blástu, alla leið í land. Svona, syngdu meira, Ísbjörn, syngdu meira. Þeir heyri ekki í þér í Angmarsali. Það var leiðilegt. Vindur og vind. Ég veit ég þykir vænt mig, Nonni minn. Þú góðu vinur. Engu síður en mörgæsir. Og veistu hvað? Mér þykir líka vænt þig. Stormur! Það er að koma stormur! Þú hefur kallað yfir okkur storminn með þessu spangóli þínu. Svona, við verðum að koma okkur inn undir eins. Við erum óvinir, stormurinn og ég, frá því óverinu mikla. 1917 fer ég stal frá honum 3 vindstigum til að lægi í honum rostar. Svona drífum okkur inn með því. Stormur! Það er að koma stormur! Þú hefur kallað yfir okkur storminn með þessu spangóli þínu. Svona, við verðum að koma okkur inn undir eins. Við erum óvinir, stormurinn og ég, frá því óverinu mikla.
1917 þegar ég stal frá honum 3 vindstigum til að lægi í honum rostan. Svona drífum okkur svo í meðið. Allt í lagi með þig, Ísbjörn? Ertu mikið meiddur? Ég ætlaði niður hvort þið var. Æ, getur ekki einu sinni slasað sig almennilega. Ég vona að þetta verði ekki allt of mikill stormur. Svo illt. Ég held ég sé alveg sjóveikur. Lagið í mér er að reyna að strjúka. Það er búinn að skríða upp í háls og reyna að fara út á. Svona! Hættu þessu voni, Ísbjörn. Reyndu að koma þér á lappir og hjálpa mér. Ísbirnir verða ekki sjóveikir. Þú ert bara veikur af því að þú drakst alla sartina mína. Reyndu að koma þér á lappir og hjálpa mér. Mér þykir voða leiðilegt að hafa klára alla saftina þína, séra Jón. Já, þú ættir bara að skammast þín. Ég skammast mín alveg óskaplega mikið. Því máttu trúa. Ég myndi aldrei gera þetta aftur. Jafnvel þú ætti meira til að... Þetta er allt í lagi, ég á aðra flösku til vara. Já, það! Hvað? Svona! Nú verður þú að bjarga þér sjálfur, Ísbjörn. Ég verð að fara upp á þinn bæ til að reyna að gá hvort að jólatréð er vel bundið niður. Hvílíkt óðið! Þetta er ekki hægt. Ég kemst ekki út. Við verðum bara að bíða hér inni og vona að allt verði ekki fokið burt þegar storminn lægir. Æjó, sjáðu séra Jón, nú er illt í efni. Það er komið gat á bátinn. Gat? Nú ég verð að reyna að finna eitthvað til að loka fyrir gatið, annars fyllist báturinn af sjó og settur. Við vantar hamar og nagla. Það er út af stekki. Ég verð að reyna að komast út aftur. Heilir og sælir, ég kann ekki við að bjóða okkur góðan dag í svona veðri, það geti miskilist. Heyrðu, skilaðu mér aftur stakkum þínum, skálkurinn þinn. Nei, ekki séra Jón. Þetta er ekki marbendill. Svona hættu, séra Jón. Hver er þetta þá? Þú þekkir mig ekki, séra Jón, og svo ég hef átt séð þig að þú ert á veiðum. Ég bý í undirdjúpunum og er komin til að athuga hvort ég get ekki hjálpað ykkur. Hvort því að þú býr í undirdjúpunum, getur þá ekki farið niður til Ofurgæsar og beðið hann að slökkva á ryggsugunni sinni? Nei, það get ég ekki. Þú átt ekki að trúa öllu sem Börgæsi segir þér. En hvað segirðu, séra Jón, eigum við að reyna að bjarga bátnum? Já, það er ljóst að eitthvað verður að gera. Já, það veist En ég. hvar? Ég kemst ekki upp á þilfar til að ná í hamar og nagla. Til að nagla fyrir gatinu. Mér kemur eitt ráð í hug. Séra Jón, sjáðu. Það er hætt að leka. Ég er búinn að leggja sporðinni fyrir gatið svo ekki seitli inn. Haldið ykkur fast svo að þið verðið ekki fyrir slysi en ég ætla að reyna að vera svona þangað til storminn lægir. Ég vona bara að þetta takist, þetta er svo erfitt. Risafiskur! Risafiskur! Hvar ertu? Þú verður að koma aftur! Það er eftir hörðan leka! Risafiskur, komdu aftur! Verið þið óhreindir, ég er ekki farinn. Ég misti jafnvægið stund. En nú er ég búinn að koma með fyrir aftur og við skulum sjá hvort þetta dugir. Jæja, þarna skall hurðnar í hælum, það mátti ekki tæpar að standa. Risafiskurinn var alveg að því kominn að gefast upp. Já, og hann hefði gefist upp miklu fyrr ef að ég hefði ekki sungið svona mikið fyrir hann. Sungið? Já, hérna, heldurðu virkilega að fiskar hafi gaman af söng? Já. Ég hélt nú að þeir hefði ekki einu sinni eyru. Þeir heyra með hjartanu og þegar að sungið er frá hjartanu eins og ég geri, þá heyra aðrir með hjartanu.
líka fiskar. Jæja, kannski. Það ekkert eins gott og dálítil ísafsheimspeki til að hressa mann við. Jæja, nú ætla ég upp á þilfar til að athuga hvernig ástandið þar. Það væri þokkalegt ef jólatréð væri fokið út í veður og vind. Það horfið! Það fokið út í veður og vind! Hvað geri ég nú? Horfið, segirðu? Já, það satt. Það farið. Ég gæti best trúað að það hafi fokið. En veistu hvað, séra Jón? Ég held að það hafi fokið í rétta átt. Rétta átt? Hvað áttu við með rétta átt? Það er bara fokið út í buskan. Ég veit ekki hvar buskin er. En ef hann er nálægt þorpinu þínu, þá gæti verið að það hafi fokið í rétta átt. Því ég held að vindurinn hafi blásið í átt að landi. Heyrðu, þú segir nokkuð. Þá gæti það hafa fokið heim í stóru litlu Bugðuvík. Þetta er alveg rétt hjá þér. Heyrðu, en hvílík óreiða er hér borð. Við verðum sko aldeilis að gera skurk í því að taka til. Já, hvílík óreiða. Lánaðu mér skurkinn, séra Jón, og ég skal byrja. Nei, séra Jón, sjáðu, en falleg, fljúgandi vatnsdropa. Nei, þarna ert þú fiskur. Ég var einmitt að velta því fyrir mér hvað hefði orðið af þér, þakka þér kærlega fyrir síðast. Ég varð að bregða mér frá, það var verið að angra mig, en nú er ég kominn aftur, eins og þú sér. Já, heyrðu, þú hefur víst ekki séð jólatré á reki. Jólatré á reki? Já. Nei. Heyrðu, fiskur, kannt þú að láta vatnsdropana fljúga? Já, ég kann það, en segiði mér. Hvaða ferðalag er á ykkur? Þið eru svo undarlegir á þessum litla báti. Já, það er nú orðið löng saga að segja frá því, sko. Þannig var að ég var að semja nýtt lag og hafði vakað lengi fram eftir. Svo er ekkert með það að ég fer á sjóinn og held til hafs og vakna svo bara við það að ég er steinsofnað. Sofnaður? Svo þú sérð að séra Jón verður að komast heim fyrir jólin. Annars missa allir í þorpinu af þér. En jólatréð hefur kannski komist þangað. Ég vildi ég geti látið mér detta eitthvað í hug til að hjálpa ykkur. Ég ætla að hugsa málið, en nú er ég að fara. Ég er að leita svo litlu. Af hverju ertu að leita, fiskur? Ég er að leita að flösku. Ertu að leita að flösku? Við eigum tóma flösku handa þér. Það var eins gott að ég kláraði allt á flöskunni. Ég fer og sækja hana. Nei, ekki fara. Þakka þið fyrir hugulsemina Ísbjörn, en það er ekki bara einhver flaska, heldur ein alveg sérstök. Þessi var líka alveg sérstök. Vitið þið hvað mér datt í hug? Ég veit það fyrir víst að vindurinn stóð ekki á land og því hefur jólatréð fokið út á sjó. Ég fer með öðrum hvorum ykkar að leita að því og við svipumst eftir flöskunni í leiðinni. Já, en hvernig komumst við með þér? Með því að setjast á bak og halda fast í bakhuggan. Ég held að þessi vissara Ísbjörnin fari með mér, því að hann þolir kulda betur en þú, séra Jón. Þetta líst mér vel á. Þetta er góð hugmynd. Mér finnst þetta ekki svo mjög góð hugmynd. Séra Jón þekki jólatré miklu betur en ég. Þetta er hans jólatré. Svo er ég líka með exem á fótunum og ég þol ekki salt á það. Láttu ekki svona. Þú þekkir jólatréð alveg eins vel og ég. Og þar að þau ger ekki neinn önnur jólatré á floti á sjónum einmitt núna. Og svo ert þú ekki neinn eitt exem. Ég verð að flýta mér og get ekki beðið lengur. Svona. Óna nú Ísbjörn, þetta er gott hjá þér. Haltu þér bara fast og við verðum komnir tilbaka eftir örskotsstund. Ég vona bara að Karl greiði tolli á baki og ekkert komi fyrir hann. Rísafiskur, ekki fara í kaf. Gerðu það. Hafið bláa hafið, hugann dregur, hvað er bak við ystu sjónarrönd. Þangað liggur beinn og breiður vegur, bíða
draumalönd. Beggja skauta býr, bauðst mér ekki fyrr, bruna þú nú bátur minn. Svífðu seglum þöndum, svífðu burt frá ströndum, fyrir stafnar haf og himinin. Góðan dag, skipstjóri. Ha? Hver ert þú og hvað ert þú að gera borð í bátnum minn? Ég er hingað komin sem sérlegur fulltrúi fyrir Hannes Orm Guðmund og Syni HF. Mér var falið að hafa samband við alla þá skipstjóra sem sigla á hafi úti og kynna þeim nýju þokulúðrana sem Hannes, Ormur, Guðmundur og Synir HF framleiða. Já, þokulúðra segirðu, já. Já, og fyrir Hannes, Orm, Guðmund og Syni, já. Já, einmitt það, já. Já, þú ert sem sé sölumaður. Sölugæs, ef þið væri saman. Já. En ég ætla nú að sýna þér hérna að sýna þér einn slíkan grip. Heyrðu, þetta er ekki þokulúður. Þetta er bílflauta. Eins og ég sagði áðan, er þetta algjörlega ný tegund af þokulúðrum sem fyrirtækið sem ég er fulltrúi fyrir, nú þarf að segja Hannes, Ormur, Guðmundur og Synir HF, hefur hafið framleiðslu á. Alger nýjung á markaðnum. Þú ert að reyna að gabba mig til að kaupa eldgamla bílflautu. Það var svona flauta á gamla Volvónum mínu sem ég ætti að þekkja hana. Þar að auki á ég þokulúður og þarf ekki annan. Úr því að svo er, langar mig til að kynna fyrir þér aðra nýja vörutegund sem Hannes, Ormur, Guðmundur og Synir HF eru farnir að framleiða. Þetta er vatnshælt pípuhulstur. Sérstaklega framleitt fyrir gamla sjómenn. Já, svo þetta er pípuhulstur og vatnshælt í þokkabót. Heyrðu mínu kæra Mörgæs, heldurðu virkilega að ég þekki ekki eldgamlan klósettrúlluhólk þó að búið sé að mála hann svartan? Og þar að auki veit ég að Hannes, Ormur, Guðmundur og Synir, þeir framleiða hvorki þokulúðra né pípuhulstur. Þeir framleiða fiskamat fyrir fiska í fiskabúrum. Mér þykir þú vera leiðinlegur. Hér er ég, heiðarleg Mörgæs, að leggja á mig langar sjóferðir til þess að færa þér hluti sem þig bráð vanta. Og þú ert bara kuldalegur við mig. Næstum dónalegur. Já, þú ert að reyna að pranga inn á mig alls konar drasti og vilt sjálfsagt að ég borgi þér fyrir það. Já, ég myndi nú ekki slá vængnum á móti, segjum. Nei, þú hefðir ekkert á móti því, nei. En ég nenn ekki að tala lengur við svona vitleysing. Far þú bara af bátnum mínum og ég reiki ekki. Ef þú hefur í hyggju að halda áfram að koma svona andstyggilega fram við mig, sé ég ekki ástæðu til að ég sé eitthvað að púka upp á þig. Ég er farin. Farðu bara. Ég er fegin að losna við svona líkna Heyrðu, hvaða kassa er þetta? Er þetta ekki kassin minn? Heyrðu, komdu með kassan, þjófur! Komdu með kassan minn strax! Ég verð að finna eitthvað til að veiða Mörgæsina og ná kassanum aftur. Hann gæti bjargað okkur í land. Svona komdu... Já, hérna. Hún fór með kassan. Bansett gæsin. Jæja, ég verð að vona að ekkert hafi komið fyrir ísbjörnum. Þeir eru búinir að vera svo lengi burt. Bráðum koma blessu jólin, börnin fara að hlakka til.
aftur, séra Jón. Við fundum jólatré. Já, velkomin aftur Ísbjörn. Mikið er ég feginn að sjá að þú ert heill á húfi. Já, og þakka þér fyrir að finna jólatré fyrir mig. Risafiskurinn þurfti að fara strax aftur. Hann bara að heilsa þér. Hann fann ekki flöskuna. En heyrðu séra Jón. Já. Rétt áður en ég kom að bátnum, þá mætti ég mörgæsinni. Og hún hafði greinilega verið í heimsókn hjá þér, því hún hafði fengið lánaðan rauða kassan sem var hérna við borðstokkinn. Bansett gæsin. Hún fekk hann ekkert lánaðan. Hún tók hann bara og vildi ekki skila honum aftur. Mér datt það í hug. Þess vegna tók ég kassan af henni. Hún skilur ekki alltaf það sem maður segir við hana. Nei, vel af sér vikið Ísbjörn. Vel af sér vikið Ísbjörn. Sko, í þessum kassa er einmitt það sem getur bjargað okkur og komið okkur aftur heim. Já, hugsa sér. Já, og veistu það, að ég hafði haft hann hérna fyrir augunum allan tíman og myndi ekki dettur honum. Já, þú ert stundum svolítið utan við þig, séra Jón. Veistu, þú gæti verið fyrir löngu komin að... Svona. Sérðu? Hvaða dót er nú þetta? Hvernig á þetta kom okkur í land? Sko, þetta eru neyðarbliss. Maður kveikir í þeim og þá skjótast þau upp í loftið. Og þegar þau eru þangað komin, þá kviknar ljós sem sést langt að. Ég skil. Svo sjá einhverju ljósið og vita að það eru við og koma og bjarga okkur. Er það ekki, séra Jón? Einmitt, sko, þú hittir naglan á höfuðið. Ætla sé ekki best að við kveikjum í einu strax. Jú, við skulum gera það strax. Sjáðu, sko, ég veit að það á að kveikja í þeim með eldspýtum. Já, en hvar ætli maður eigi að bera eldinn að? Hvað, kannt þetta ekki, séra Jón? Kann ég þetta ekki? Ó, jú, góðurinn, ég kann þetta. Sko, þetta er nú ekki fyrsta skipti sem ég kveiki svona blissi. Sko, síðast var það 1946 þegar ég bjargaði allri áhöfnin af togaranum Gossa, K.I. Sko, þá kveikti ég í svona blissi til að láta þá vita að ég væri komin á staðinn. Svo synti ég með kaðal út í skipið og batt skipið við bátinn minn og dró svo allt saman í land. Aleinn? Aleinn, auðvitað. Og ég þurfti meira að segja að róa því að mótorinn í bátnum mínum var bilaður. En heyrðu, nú skulum við kveikja á einni. Já, þeir eru greinilega búin að eiga eitthvað við þessi blís frá því að ég notaði þau síðast, en þá átti að kveikja svona. En hvaða spott er þetta hérna? Getur verið að kveikja í honum? Þetta? Nei, þetta er bara til að hægt sé að halda á þeim. Svona eins og spottin í búslóðapokanum þínum. En ég get auðvitað prófað að kveikja í honum úr því að vill ekki kvikna í hinum endanum. Já, en séra Jón, við skulum hafa blísið hérna, svo við verðum ekki enn skítur í framann. Flýttu þér! Hún er á eftir okkur! Flottur! Heyrðu, nú held ég að við höfum kveikt í réttum enda. Jæja. Hvað ætlar að gera, séra Jón? Ætlar að kveikja í fleirum? Já, auðvitað. Nú vitum við hvernig á að kveikja í þeim og nú þurfum við bara að koma þeim upp í lofti líka. Nei, hættu, séra Jón, þetta enda með skelfingu. Vertu ekki svona mikill heigur. Jú, það ætla ég bara að kveikja í þessari einu og ef það gengur ekki þá er ég hættur. Sjáðu Ísbjörn, nú ferðað á flegiferð þráðbeint upp í himingeiminn. Sjáðu skott, fyrstu nú með því. Sjáðu, byrju við, nú ferðað að fara, byrju nú, já, svona, já.
ráðherra, sjáðu hennar kvistla, hvað er þetta? Hvað þykist þið vera að gera? Skiliðu fjárhónum aftur? Þið fyrirgefðu, herra máfur, það var nú ekki ætlunin að... Var ekki ætlunin? Heldur þú að ég hlusti á svona böll? Það var sko ekkert óvart. Hann sér að Jón segir alveg satt, herra mágur. Já. Aldrei þessu vant. Okkur finnst þetta afskaplega leiðið. Segir mér ekkert það, ísbjarnarbjóniðinn. Ég skal sko nú mér niður á ykkur. Lofa ég. Þið fáið að sjá eftir framkomu ykkar við mig. Heyrðu, hann tók þessu illa. Já, afar illa. Við verðum að passa okkur á honum hér eftir. Mávar eru afskaplega langræknir. Ég ætla bara að vona að við komumst út. Hann liggur alveg áreiðanlega einhvers staðar í leyni hérna. Hanna, þar er hún komin saman aftur. Kannski að hún verði í lagi núna. Halló! Halló! Það er séra Jón sem kallar. Halló! 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 Stóra litla Bugðuvík! Það er séra Jón sem kallar. Halló! Yfir! Halló! Ég veit að þetta er þú, séra Jón. Það getur ekki verið neitt annar. Ég er að tala við hann Símon hafnarstjóra. Sérðu það ekki? Nei, hvar er þá þessi Símon? Og í talstöðinni. Ég er að reyna að ná sambandi í gegnum talstöðina. Það er ekki vitsmunir sem valda þessu stóra umfangi þínu. Halló! Símon! Símon! Þetta er séra Jón á Hallgerði. Heyrirðu í mér? Halló, halló, þetta er Símon, hafnarstjóri í stóru litlu Bugðuvík. Var eitthvað að kalla? Ísbjörn! Ísbjörn, heyrðurðu þetta? Ég er búinn að ná sambandi. Ég var komin heim fyrir jólin. Ég var komin heim fyrir jólin. Halló, Símon, halló. Þetta er séra Jón á Hallgerði. Þetta er ég. Heyrirðu í mér? Yfir! Það þýðir ekki að kalla svona hátt, séra Jón. Við erum lengst út á sjó að það heyrir enginn til þín. Þá ég frekar eina pöns í staðinn sem ég bakkaði. Skilurðu þetta ekki? Ég er búinn að ná sambandi við stóru litlu Bugðuvík. Þorpið mitt. Halló, Símon, þetta er séra Jón. Heyrirðu í mér? Yfir! Séra Jón, ert þetta þú? Við erum búin að vera að svipast eftir þér. Hvar ertu? Yfir? Halló, já, ég varð olíulaus og núna er ég staddur á... Halló? Halló? Hvað var þetta? Við vorum búinir að ná sambandi og svo datt allt út. Ég heyrði smell eins og þegar eitthvað brotnar. Heyrðu, það skyldi þó aldrei vera að það væru... Hann er að éta eitthvað. Heyrðu, það er loftnetið. Bannsettur rekkjusvínið hefur brotið loftnetið. Nú verður ekki framar hægt að nota talstöðina. Skila þessu strax, máfsþjófurðinn. Strax segi ég, eða séra Jón verður reiður. Það kom vel á vondan. Þetta græðir á því að reyna að grilla fugla án þess að spyrja þá leyfis fyrst. Og hana nú og verið þið sælir. Getum við ekki búið til annað svona loftnet? Nei, það er ekki hægt. Það verður að kaupa þetta í búð. En ég skildi mörgæsin hafa átt svona í töskunni sinn. Heyrðu, hvaða lykt er þetta? Eldur, það er kviknað í!
varst næstum búinn að kveikja í álfurinn þinn. Ó. Jæ, fyrirgefðu, ég veit þetta var óviljandi. Þú verður að passa þig betur næst. Það væri þokkalegt að báturinn brynni bæði undan og ofan af okkur. Já, en á ég ekki bara að Já, baka? nei, takk. Þú þarft ekki að baka fleiri pannukökur. Sérðu, þarna er marglitta. Já, marglitta. Ég hef oft séð svona kvikindi vera að þvælast í kringum jakann minn. Mörgæsin sagði mér hvað þetta er. Nú, og hvað sagði mörgæsin marglittuna? Hún sagði að þetta væri njósnaauga sem mörgæsaguðinn Ofurgæs sendir úr djúpinu til að njósna hvernig mörgæsirnar hegða sér. Já, það gerist margt skrítið á Suðurpólnum. En hérna eru marglitturnar ekki njósnaaugu, heldur skrítin sjávardýr. Og þær eru kallaðar marglittur af því að það glittir á þær í sjónum. En veistu hvernig þær urðu til? Já, auðvitað. Ofurgæs bjóð þær til þegar að mörgæsirnar fóru að hegða sér illa og eignast fullt af litlu mörgæsum. Nei, góði minn, það var nú ekki þannig, sko. Það var þannig að einu sinni gengu Sankti Pétur og Jesú Kristur með sjónum. Jesú spýtti í sjóinn og úr því varður rauðmaginn. Þá rækti Sankti Pétur í sjóinn og úr því varð grásleppan. Skrattinn gekk á eftir þeim og sá hvað þeir gerðu. Hann vildi ekki vera minni og gerði eins og úr því varð marglittan. Sko, ég veit þetta manna bestast, ég var sjálfur þarna viðstaddur. Já, maður hefur nú komið víða við. Varst þú þar? Já, það var þannig að Sankti Pétur, hann þurfti að fara að hitta skrattan við sjóinn, en af því hann vissi að skrattin er alltaf með bellibrögð, þá fannst honum vissara að hafa mig með sér. Og hvað svo? Ekkert svo, nú skulum við syngja, ef að syngja Bjart er yfir Betlehem. Já. Bjart er yfir Betlehem, blikar jóla stjarna, stjarnan mín og stjarnan þín, stjarna allra barna, var hún áður í drifnu. Séra Jón. Hörðu, ég held að sé vissara að athuga hvað þetta er. Nei, ert þú kominn aftur illið mitt? Já, sagði ég þér ekki að snauta burtu og láta ekki sjá þig oftar hér borð í bátnum mínum? Já, þetta sagði hann séra Jón og þér er hollar að hlusta á það sem hann segir. Já. Já, og sagði ég þér ekki að þú skyldir hafa verra af því að sýna aftur þitt ljóta fjés hér borð? Já, þetta sagði hann og varaði því meira sé að skratti sjálfur þorir ekki að spýta almennilegu fiski þegar hann sér að Jón er nálægur. Já, sko, heyrðu, sko, nú skal ég taka almennilegu lurginn á þér, sko, svo þú þorir aldrei að sýna því hér aftur. Já, nú tekur hann sér að Jón æli lurginn á þér, svo komir aldrei þetta. Svona, hvað á að fara? Heyrðu, ertu byrjaðir að éta kallana mína kvikindi, svona! Hvað var það honum? Hvað er hann? Hann er þarna. Nei, ég á að fara að éta spýtur líka. Hættu þessu! Já, ég er að koma. Ertu rólegur? Hættu í sjóinn. Svona, gerðu hann er að éta hattinn minn. Svona, hjálpaði mér. Ertu rólegur? Ég er að koma. Vertu ekki svona hræddur. Hræddur? Já, vertu fljótur, annars étur hann eyrun á mér líka.
Býttu síra Jón, býttu, ég alveg að koma. Ekki svona hættur. Já, flýttu þér! Hann alveg að ganga frá mér hérna! Fyrirgefðu, herra marbendinn, en ertu ekki orðinn þyrstur eftir allt þetta átak. Gjörðu svo vel, hérna, lítil kók. Þar fór síðasta neyðarblysið. Ég hef þá að minnsta kosti búinn að læra hvernig að kveikja á því. Þarna fór hann. Séra Jón! Séra Jón! Sjáðu! Er marbendillinn að koma aftur? Nei, en hvað er þetta sem flýtur á sjónum? Þetta er flaska. Heyrðu, þetta er flöskuskeyti. Náum í hana. Hvað er flöskuskeyti? Flöskuskeyti, sko, það eru skilaboð sem einhver skrifar á blað og stingur í flösku. Svo kastar hann flöskunni í sjóinn og svo rekur hana þangað til einhver annar sér hana og les skilaboðið. Já, þetta eru skilaboð til mín. Til þín? Já, ég átti von á skilaboð. Nú, já, og hver ætlaði að senda þér skilaboð í flösku hérna? Já. Haltu í mig svo ég dett ekki. Já, ég veit það ekki, en ég hef búinn að eiga von á skilaboðin lengi. Hefur þú ekki fengið skilaboð, séra Jón? Jú, ég hef svo sem fengið skilaboð. Já, hérna sérðu, þú ert búinn að fá þín. Þetta eru mín loksins. Ég hef búinn að bíða. Ekki sleppa! Haltu í mig, ekki sleppa! Fyrirgefðu, séra Jón. Ég náði í hana. Sjáðu, hérna kemur úr. Sérðu, heyrðu, mér sýnist eitthvað vera í henni. Já, það eru skilaboðin til mín. Svona, komdu með hana, við skulum fara með hann inn og skoða hvað er í henni. Já, en má ég opna flöskuna, séra Jón? Já, svona. Má ég opna hana? Já, við sjáum nú til. Já. Gerðu það, séra Jón. Þetta eru mín skilaboð. Gerðu það, má ég opna hana, gerðu það. Jæja, þú mátt þá opna hana, en farðu varlega svo þú brjótir henni ekki og skerir á þér frammana. Já. Góðan dag. Góðan dag. Góðan dag. Það bætist alltaf í hópinn. Rönd með að sáttir sitja. Ég veit að vísu ekki hverju þið eruð en mér langar að þakka ykkur fyrir björgunina. Ég hef lengi reynt að komast úr þessari flösku. Fyrirgefðu, herra minn, gætirðu nokkuð hjálpað mér ofan á þess að niður á borði? Hafgúur eru lofthræddar. Þakka þér fyrir. Gerðu það, séra Jón. Þetta eru mín skilaboð. Gerðu það, má ég opna hana, gerðu það. Jæja, þú mátt þá opna hana, en farðu varlega svo þú brjótir henni ekki og skerir á þér frammana. Já. Góðan dag. Góðan dag. Góðan dag. Það bætist alltaf í hópinn. Rönd með að sáttir sitja. Ég veit að vísu ekki hverju þið eruð en mér langar að þakka ykkur fyrir björgunina. Ég hef lengi reynt að komast úr þessari flösku.
Fyrirgefðu, herra minn, gætirðu nokkuð hjálpað mér ofan á þessu og niður á borðið? Hafgúur eru lofthræddar. Þakka þér fyrir. Hafgúa, ert þú hafgúa? Já, auðvitað er ég hafgúa. Afsakaðu ókurteisina, fröken Hafgúa, og leyfðu mér að kynna okkur félagana. Ég er Jón Þorgilsson, fæddur, uppalinn og búandi í stóru Litlubúðuvík, kallaður Sierra. Og þetta er Ísbjörn. Ég á hana. Ekki fröken, frú, séra Jón Þorgilsson frá stóru Litlubúðuvík. Og þú, herra Ísbjörn, væri þér sama þótt þú færi með hrammana úr hárinu á mér. Hvað er eitthvað að, frú Hafgúa? Það hlýtur eitthvað að vera að, frú Hafgúa. Þú ert svo döpur á svipinn. Ég á hana. Á ég að spila fyrir þig? Ekki spila! Skreytum hús með greinum, grænum, tralalala, tralalala. Gleði ríkja skal í bænum, tralalala, tralalala. Endrum senn á trénu bjarta, lalalala. Tendrum jól í hverju hjarta, tralalala, tralalala. Æ, elsku besta Hafgúa, þú mátt ekki vera svona döpur á svipinn. Þú gerir okkur svo dabra með því að vera sjálf svona döpur. Æ, fyrirgefðu, ég ætla ekki að gera ykkur dabra. En hvað get ég annað en verið döpur? Æðsti marbendill sem er ráðgjafi ægismannsins míns, það var hann sem fangaði mig í flöskuna. Og Ægir og sonur minn risafiskurinn veit ekkert hvar ég er. Og þið veit ekki heldur að æðsti marbendill ætlar að fangelsa Ægi og verða sjálfur konungur undir djúpana. Já, en við þekkjum risafiskinn. Hann var hérna hjá okkur. Já, en hann þurfti að flýta sér burtu til að leita að einhverju flösku. Það hefur auðvitað verið flaskan þín. Sonurinn minn er þá búinn að uppgötva hvað er á seiði. Ég verð að flýta mig til hans og hjálpa honum að ráða niðurlegu marbendlana. Þú þarft ekkert að flýta þig svona mikið. Vertu hérna hjá okkur stund. Ég skal spila meira fyrir þig. Jú, ég verð að fara núna, það er hætta á ferðum. Já, risafiskurinn bjargar þessu alveg sjálfur. Hann er svo ráðagóður. Er það ekki rétt, Ísbjörn? Er hann ekki ráðagóður? Jú, og hann er svo ráðagóður. En ég verð að fara strax. Réttinni, svo á röngunni. Tjút, tjút, tralala. Fyrst á réttinni, svo á röngunni. Tjút, tjút, tralala. Tralalalala. Hvað var nú þetta? Hvað var þetta? Ísbjörn, hvað kom eiginlega fyrir? Heyrðu, bátinn hefur rekið á sker. Þetta er hættulegt. Við verðum að losa hann strax. Já, en hvernig? Hvernig? Skulum nú sjá. Hérna eru 2 prik. Sko, ég fer niður á skerið og þú réttir mér prikinn. Verið þið sælir og þakka ykkur fyrir að bjarga mér úr flöskunni. En ég verð að fara. Þar fór hún. Við verðum að losa hann strax, annars brotnar hann í spán. Vertu nú raskur, Ísbjörn. Flýttu þér hingað niður til mín. Við megum engan tíma að missa. Svona. Ég kem strax, séra Jón. Já, svona. Það var rétt. Svona, já. Og gerðu nú alveg eins og ég. Stingdu nú príkinni þínu hérna undir kinnunginn. Svona, já. Og ýttu svo leið og ég segi til. Skal gert, séra Jón. Svona. Viðbúinn, tilbúinn, nú. Þetta gekk ekki, séra Jón. Við reynum aftur og betur. Svo, viðbúinn, tilbúinn, og nú, og í dag. Mér dettur bara ekkert í hug. Mér dettur heldur ekkert í hug. Ætlaði sé ekki best að flytja dótið úr bátnum hingað niður. Áður en gat kemur á hann og hann sekkur.
Jólatré líka. Já, það er nú það. Jú, allir það sé ekki best. Við getum þá að minnsta kosti haft svo lítið jólalegt hjá okkur hérna á Skerinu. Þetta verða fyrstu jólin mín á Skeri. Aumingja krakka greiðin í stóru litlu búðum. Það verður sko jólalegra hérna hjá okkur heldur en þeim. Sælir félagar. Nei, ertu kominn aftur. Mikið er ég fegin að sjá þig. Fiskurinn Hugum stóri kominn til bjargar. Heill og sæll. Ég sé að þið eigið í mesta basli hér. Er báturinn alveg fastur? Bara alveg blýfastur. Það er ekki nokkur leiðan á honum af Skerinu. Það er nú ljótabölið. Og það brakar og brestur í honum. Hann er alveg að líðast í sundur. Ég held ég geti hjálpað til. Elsku besti, gerðu það. Ég er að verða svo hræddur. Já, við björgum þessi skotkvelli. Haldið ykkur bara fast í borðstokkin. Svona, komdu, kallinn hjá. Haltu þér svona. Hann er laus af Skerinu. Hann er kominn á flot. Já, hann lyfti bátnum upp. Mikið rosalegar fiskurinn sterkur. Þakka þér innilega fyrir hjálpina, risafiskur. Hvar værum við eiginlega staddir án þín? Nú á hafsbotni auðvitað, því að þá hefur Já, báturinn... ég veit það. Hvurslags er þetta? Ég tók bara svona til orða. Svona farð þú nú niður og gáðu hvort það hefur nokkuð komið gat á botninn. Risafiskur. Mikið ábóðslegur og mamma er fín og sæt. Hún mætti samt hafa meira gaman af tónlist. Hvað átt hann upp? Hafið þið séð? Mömmu mína? Já, hún kom snöggvast í heimsókn. Ég reyndar fundu við hana nú í flösku. Funduð þið flöskuna? Já. Og hleyptuð henni út? Já, en hún vildi ekkert hlusta á mig spila og talaði bara um að... Séra Jón! Hvað? Séra Jón! Já, ég er að koma. Séra Jón! Hvað er nú? Séra Jón! Hvurslags er þetta? Séra Jón! Séra Jón! Já, hvað er... Jón! Jón! Séra Jón! Séra Jón! Jón! Marbendlar! Séra Jón! Séra Jón! Séra Jón! Séra Jón! Séra Jón! Já, ég er að koma Ísbjörn, ég er að koma. Það var gott þú kom, Séra Jón. Það kom gat á bátinn og sjórinn flæddi inn. Og settistu á gatið? Já, ég reyndi að finna eitthvað til að setja í gatið, en fann ekki neitt, svo ég bara settist á það. En það var svo kalt. Við verðum að reyna að finna eitthvað til að negla yfir gatið. Já. Þú verður að sitja alveg grafkyrr á meðan. Hérna kemur viðurinn. Hér er hamar. Hér koma naglar. Já, vertu fljótur, Séra Jón. Mér finnst eins og eitthvað sé að narta í afturendan á mér. Sko, það besta sem hægt er að gera í miklum kulda, það er að syngja. Þannig getur maður haldið á sér hita. Og hvað á ég að syngja? Heilinn í mér er orðinn svo kaldur að ég get ekki einu sinni hugsað. En því miður, þú getur enn talað. Þú getur sungið lagið sem ég var að kenna þér, Jólasveinar 1 og 8. Já, ég get sungið það. Jólasveinar 1 og 8 og að koma af fjöllunum. Í fyrra kvöldin fór að 8 og að funda Jón á völlunum. Og hvað sem svo, já, Andri stóð þar utan gátta. Þeir ætlaði að færa hann tröllunum. En þá var hringt í Álakirkju á öllum jólabjöllunum. Þannig, sko þá er flekinn tilbúinn. Nú er ég bara að festa honum yfir gatið. Hvernig ætlar að gera það, Séra Jón?
ef ég stend upp þá flæðir sjórinn inn. Ég verð bara smógrónum einhvern veginn undir þig. Sko, þú veltir þér hægt og rólega yfir á vinstri hliðina og ég læði flekanum undir þig jafnóðum. Já, allt er lagi, séra Jón. Já, tilbúið. Nei, hættu, þetta er vitlaust hlið. Veistu ekki hvað er vinstri og hvað er hægri? Ég er ekki með neina hlið, ég er kringlóttur. Jæja, í þessa átt þá. Svona, 1, 2 og svo. Hanna, kustlast allt. Sko, það tókst, Ísbjörn, það tókst, sko. Sagði ég þér ekki að það myndi takast, ha? Ísbjörn, heyrir í mér? Ísbjörn, þú ert hetja, Ísbjörn, þú ert hetja. Þú komst í veg fyrir að báturinn sitti. Hvað, er ekki allt í lagi? Svona, komdu hérna, kallið mig. Svona, svona. Komdu hérna. Svona. Það er út af mig. Ég hef ofkælst. Mig svimar og ég komið rosalega hita. Já, ég held ég verð að mæla þig. Sjá hvað þú ert með mikinn hita. Asjú! Já, þú virðist fárveikur. Ég er mjög illa haldinn. Ég get þá huggað mig við það að ég fórnaði lífi mínu fyrir vin og drígði hetjudáð. Jæja, ég ætla að mæla þig. Er það ekki of seint? Nei, ekki enn. Svona veltu þér á hliðina. Til hvers á ég að velta mig? Nú, svo ég geti stungið mælinum í rassinn á þér. Í rassinn á mér? Já. Ætlar að stinga þess í rassinn á mér? Já, í rassinn fer hann, svona veltu þér nú. Svei mér þá, séra Jón. Það bráir að mér. Ég finn hvernig bráir að mér. Hitakastið liðhjá. Ertu alveg viss um það? Alveg viss. Ég er hinn hræsasti. Alveg stálslegin. Jæja, það var gott. Ég er fegin að þið var ekki meint af því að drýja þessa hetjudáð. Og getum við þá þurrkað upp á gólfinu? Já. Mér er enn kalt, séra Jón. Jæja, vinur, fyrirgefðu. Ligðu bara og hlýjaðu þér á meðan að ég þurrkaðu. Jón, séra Jón. Risafiskurinn! Ég gleymdi risafiskinum! Ligðu bara út af og láttu þér hlýna. Séra Jón. Risafiskurinn! Ég gleymdi risafiskinum! Risafiskur! Risafiskur! Hvað hefur eiginlega komið fyrir þig? Sjáðu, séra Jón, marbendlan. Hvað sagði ég ekki við þig ólustans ótuktu mín og samt dýrvist að láta sjá þig hér aftur? Þeir eru búin að binda mig. Þeir eru búin að ná mér og ætla að loka mig inn í risakuðungi og þá losna ég aldrei. Þið skulu sko ekki halda að þið komist upp með þetta. Nei, ekki aldeilis. Ég næ ykkur. Nei, séra Jón. Þú getur ekki elta mér í undirtjúpin, því þú ratar ekkert að. Svona, ég verð að bjarga risafiskinum. Hann er vinur minn og sá eini sem getur hjálpað mér heim fyrir jólin. Ég verð að bjarga honum. Við verðum bara að láta okkur detta eitthvað gott ráð í hug. Jæja, þá það. Séra Jón, Já, hefur þér dottið eitthvað snjallræði í hug? nei, ekki neitt. En þér,
Nei, ekki neitt. Þið verðið að finna ráð. Ertu komin aftur? Já, ég er komin af því ég verð að fá aðstóð eitthvað við að bjarga syni mínum, risafiskinum. Og veistu þá hvað kom fyrir hann? Já, ég veit að marbendarnir náðu honum og bundan, en ég veit ekki hvað þeir ætla að gera við hann. En það hlýtur að vera eitthvað slæmt. Þeir ætla að loka hann inn í risakuðungi. Já, mér datt eitthvað þvíumlíkt í hug. Sko, ég vil endilega gera allt sem ég get til að bjarga risafiskinum, en ég bara skil ekki af hverju marbendarnir eru að þessu. Jú, séra Jón, ég skal útskýra það fyrir ykkur. Æðsti marbendin vilji verða konungur undirdjúpana og ná völdum af ægimanninu mínum. Þess vegna lokaði mér inn í flöskunni. En þið hleyptu mér út og ég gat sagt ægi hvað var að vera og hann lét handtaka alla marbendana. En æðsti marbendill slapp á samt 3 félögum sínum og náði fiskinum á sitt vald. Og við verðum að bjarga honum áður en þeir loka hann inni og ráðast á ægi. Ég vissi það. Sko, þegar ég sá marbendilinn í fyrsta sinn, þá sagði ég við ísbjörninn. Þetta er nú það verst innrætta kvikindi sem ég hef augum litið, sagði ég. Sagðir þú? Það var ég sem sagði það. Þú sagðir að þótt hann væri ljótur þyrfti hann ekki að vera vondur og við ættum að bjarga honum. Já, þetta er alveg nóg, já, og hvað svo? Við verðum að gera eitthvað til að bjarga risafiskinum, tafarlaust. Ég veit! Hvað veistu, séra Jón? Hvað ætlar að gera? Já, séra Jón, þú verður að segja okkur hvað þú ætlast fyrir. Sko, þið vitið hvað marbendarnir eru gráðugir. Þeir éta allt og kjamsa á öllu, meira segja hattinu mínum. Já. Sko, eins og Napóleon mikli Bónaparti, vinur minn, sagði alltaf við mig, áður en við héldum til orrustu, þá sagði hann séra Jón. Séra Jón, við fellum óvininn á hans eigin bragði. Og nú nýtum við okkur hvað marbendarnir eru gráðugir. Sko, ég viss að ég ætti þetta hérna einhver staðar. Ég ætlaði að nota þetta í jólamatinn en gleymdi að setja það inn í ísskápinn heima. Já, en hvað eigum við að gera með hann, séra Jón? Sko, nú held ég þessu niður við yfirborðið og svo þegar marbendarnir koma til að éta þetta, þá takið þið háfinn og veiðið þá. Ha! Svo drögum við þá inn fyrir borðstokkinn og læsum þá niður í lestinni. Þetta þykir mér afbragðs hugmynd, séra Jón. Þetta er góð hugmynd, séra Jón. Þú ert ráðsnjall maður og ekki að furða þú þessi Napóleon skildi vilja hafa þig með sér. Þetta ætlar að ganga seint, þykir mér. Á ég ekki að fara og laga kaffi handa okkur á meðan við bíðum? Svona vertu kjur. Við erum ekki búin að bíða svo lengi. Við verðum að læra að vera rólegur augnablik og ekki svona óþolinmóður. Ég er ekkert óþolinmóður. Mér finnst bara að fólk eigi að láta sér líða vel. Hvað svo sem það er að gera? Það fyrsta sem maður lærir í veiðiskap er að þegja. Fæl ekki bráðina burt. Svona þegiðu nú og pítu. Þetta hlýtur að fara að koma, herrar mínir. Þið skulu ekkert vera að kýta. Hann er kominn! Hann er á! Fljótum við háfinn! Komum við! Hann er hér! Sáuði mig, ha? Sáuði hvernig ég náði honum, ha? Ég náði honum. Við sáum það, já. Og nú ætlarðu greinilega að fæla hína marbendana í burtu með látunum í þér, er það ekki? Svona nú. Svona. Nú verður þess ekki langt að bíða að sá næsti birtist. Eru þið viðbúin? Ertu tilbúin Ísbjörn? Já. Hann er á! Hann er að koma! Fljótur að ná! Passa þetta ekki úr!
Þú ofan í þarna! Svona, þú ofan í mig þarna líka! Svona, það var rétt! Svona, já, það var! Og einu sinni enn! Verið tilbúin! Þeir eru svo gráðugir, þeir koma alveg núna hver á hættur öðrum! Svona, tilbúin! Ekki láta heyrast neitt! Það er eitthvað að narta í hjá mér! Tilbúin! Já! Nei, hann fór að... Nei, þetta er hann! Svona, tilbúin nú! Já, gríp! Svona, passa eftir hann! Ekki þrifa það neitt upp úr eftir! Svona ofan í mig eitthvað! Ekki þú upp úr! Gamla óhýtti! Svona, já! Það voru eitthvað! Svona! Þá eru komnir 3 og nú vantar okkur bara æðsta marbendil, en hann er erfiðastur. Já, en þeir hlæja ekki, núna asnarnir. Nei, það gera þeir svo sannarlega ekki. En við eigum þó æðsta marbendil eftir. En þessir þarna, þeir sleppa sko ekki bráðum. En æðsti marbendil, heldur hann býta á? Já, við verðum að vona að hann láti gabbast líka. Hann hlýtur að gera það. Hann er svo gráðugur. Heyrði, færið er eitthvað svo létt. Þetta er eitthvað dularfullt. Ef hann er búinn að éta læri þá... Hann er búinn að því. Hann er búinn að éta jólahandjöldin mitt. Hann er búinn... Ó, hann er snjallan æðsti marbendill. Við getum ekki gabbað hann eins og hina. Og leitt þykir mér að þú ert búinn að missa læri, séra Jón. Ég þykir það líka mjög leitt, séra Jón. Og ekki tutla eftir á beininu. Ég hafði vonað að ég kæmist heim fyrir jólin. En ég huggaði mér samt alltaf við það að ég gæti þó að minnsta kosti haldið pínulítil jól borð í bakknum ef ég næði til landi. Og boðið vini mínum að borða með mér. Nú er sú von úti. Svona nú, herrar mínir. Ég lofa ykkur því að þegar við erum búin að bjarga risafiskinum þá finnum við einhverja leið til að koma ykkur heim. Ég lofa ykkur því. Já, en ef við náum ekki æðsta marbendil þá getum við ekki bjarga risafiskinum. Heyrðu, hvað ert þú að gera, gamli sjóormi? Ég skal sko jafna því. Séra Jón, passaðu! Hvað gerði þetta? Þú verður að þrauka augnablikið lengur, séra Jón. Ég er alveg að koma til að bjarga þér. Já, hýttu þér! Hér er ég kominn með Markus, séra Jón. Á ég ekki að reyna að nota hann? Þú reynda að velja honum utan í kvíkinni og ég held honum á meðan. Svona, svo ofan í leskinu mér, svona kvíkinni og já, og þú ofan í líka, ekkert svona. Hanna nú, ég náði honum loksins. Ég náði honum loksins og þeim öllum. Það var leitt með lærið þitt, séra Jón. En það skilaði þó góðum árangri. Já, lærið og já, ég hef nú lengi vitað það að sigur fæst ekki án fórna. Ég fekk nú líka greiða mitt gjald í Vestmannaeyjum hérna árið þegar ég barðist við kirkjuna. Sko, það var þannig að eftir að ég hafði handsamað á alla og fært á Ég verð að drífa mig ofan í djúpinu og athuga hvað hefur orðið risafiskinn. Bíddu aðeins. Taktu trjáklippurnar mínar með þér ef risafiskurinn skyldi ennþá vera bundinn. Já, þakka þér fyrir og verið blessaðir. Ég vona og finni risafiskinn fljótt. Já, það vona ég líka. Það segi ég satt. Og nú bindum við marbendlana. Skal gert. Sjáðu Ísbjörn. Þarna er jólastjarnan. Hvar? Þessi stóra þarna, það er jólastjarnan.
Hún er voðalega langt í burtu. Það kemst áreiðilega enginn þangað. Nema kannski hróar. Ættum við að senda hróar þangað? Nei, nei. Hróar er ekkert fyrir löng ferðarlög. Er alltaf jól á jólastjörnunni? Ég veit það nú ekki, ég hef ekki komið þangað sjálfur. En jólastjarnan er kölluð jólastjarna. Eftir hún vísaði mér og hinum vitringunum tveimur leiðina að jötu Jesúbarnsins á fyrstu jólunum. Varst þú líka þar? Þú ert svei mér víðförull, séra Jón. Voruð þið búnir að leita lengi áður en stjarnan vísaði ykkur veginn? Nei, ekkert mjög lengi. Við vorum búin að ganga eyðimörkina í 7 vikur án þess að fá dropa af vatni að drekka. Hinir voru náttúrulega orðnir ansi slappir en það var allt í lagi með mig og ég sagði bara við þá að það væri best að... Hvað er þetta? Hver hrópar svona hátt og skelfilega? Ja, þetta er bara hann Hróar. Hann fær stundum martraður þetta leyti ár. Hvert þetta að fara, séra Jón? Ja, ég ætla bara að fara og leggja mig. Ég vil helst fá að sofa fram yfir jól úr því ég kemst ekki í land og ég er orðinn eitthvað svo daufur í dálki. Jólastjarna! Jólastjarna! Getur þú ekki vísað honum séra Jóni leiðina heim? Hann er orðinn eitthvað svo daufur í dálki. Halló! Séra Jón, Ísbjörn! Við erum komin aftur! Risafiskurinn og ég! Heil og sæl! Mikið er ég glaður að sjá ykkur. Þú hefur bjargað risafiskinum, Hafgúa. Já, það tókst. Hvar er séra Jón? Hann lagði sig. Hann er orðinn úrkula vonar að komast heim fyrir jólin og þess vegna er hann orðinn svo dapur. En við erum búin að finna ráð, móðir mín og ég. Við vorum að spjalla saman og við fundum úrræði til að koma ykkur heim fyrir jólin. Séra Jón, komdu strax. Risafiskurinn og Hafgúan eru búin að finna ráð og þau vita hvernig við getum komist heim fyrir jólin. Hvað ertu að segja, Ísbjörn? Hvað ertu að segja? Eru þau búin að finna ráð? Varst ekki að segja það, fiskur? Jú, ég sagði það og nú skal ég segja ykkur hvað við verðum að gera. Hlustiði nú. Sko, það sem við hugsuðum með okkur var þetta. Þið reysið almennilegt siglutré á bátuðinn, séra Jón, en við tvö förum niður á hafsbotn og vefum stórt segl úr tangi og ýmiss konar sjávargróðri. Já, og hvað svo? Já, og hvað svo? Verðið rólegir, leyfið sinni mínum að tala. Það þýðir ekki alltaf að vera að gjamma frammi fyrir honum. Já, ef þið eru búnir að festa seglið á siglutrið, gerum við aktíi og bindum marbendlana við það. Marbendlana? Nei, heyrðu mig nú. Ekki grípa fram í. Næja, ég verð hjá marbendlunum og sé til þess að þeir syndi eins hratt og þeir geta og drægi bátina á eftir sér. Hvernig ætlar þú að sjá til þess, risafiskur? Þú ert nú meiri bjálfinn, Ísbjörn. Veistu ekki að risafiskurinn hefur ráð undir rifi hverju? Já, auðvitað. Þetta er einfalt, Ísbjörn. Ég ætla að elta hann á og ef þeir hægja á sér eða reyna að losna, nasta ég í hælan á þeim. Það þykir marbendlunum svo óþægilegt. Til hamingju, risafiskur. Ég er viss að þetta ráð mun duga. Er þá eftir nokkru að bíða? Ef við ekki bara drífa okkur af stað, móðir góð. Jú, það er alveg tilvalið. Það tekur okkur nokkuð tíma að vefa seglið. Takk okkur kærlega fyrir hjálpina. Ég og Ísbjörnin við förum að sofa núna. En í fyrramáli setjum við upp siglutréð.
Svona vaknaðu nú Ísbjörn. Það er löngu kominn tími til að taka til starfa. Ég er búinn að vekja þig 4 sinnum. Já, ég er að koma. Nei, þetta gengur ekki. Á fætur með þig. Siglutréð. Við þurfum að búa það til. En hvernig, séra Jón? Eigum við að reyta greinarnar af jólatrénu og nota stofninn sem siglutré? Kemur ekki til mála, en hafðu engar áhyggjur, kæri Ísbjörn. Ég bjarga þessu, ég dey aldrei ráðalaus. Nei, það er satt, séra Jón. Þér dettur alltaf eitthvað snjallt í hug. Jú, eins og að taka ísbjarnar flón upp í bátinn. Hér er nú hver snildin, ha? Taktu þetta ekki nærri þér, hann skánar með vorinu. Komdu nú. Ég reyta þér skelfjaðirnar við fyrsta tækifæri. Jæja, Ísbjörn. Takk þú nú jólatréð og settu þau upp á stýrishúsið. Skal gert, séra Jón. Svona. Nei! Hvernig komst þetta fyrir þarna onni? Og það er hægur vandi. Ég lagði það bara saman því það er á lömum. Já. Sko, maður á alltaf að hafa vaði fyrir neðan sig og taka með sér nóga varahlutum á sjóinn. Já, en réttu hlutina. Þú hefðir ekki þurft neitt siglutré ef þú hefðir haft varaolíu með. Já, svona. Heilir og sælir. Já, sæll og blessaður. Hamkúan móður mín sendir kveðju sína. Hún sagðist myndu heilsu upp á okkur einhvern tíma seinna. En ég er kominn með seglið og aktíi. Já, einmitt á réttum tíma því við erum tilbúinir með siglutréð. Þá skulum við drífa þetta upp. Stórkostlegt. Seglið er komið upp og báturinn tilbúinn undir heimferðina. Þá er bara að senda marbendlana niður til mín. Jæja, Ísbjörn, að skanna marbendlana. Svona, já. Svona marbendlar áfram með ykkur. Nú fáið að fara aftur í sjóinn eins og þið hafið alltaf verið að óska eftir. Rísafiskur. Já. Mega þeir koma núna. Allt tilbúið. Hann kemur svo fyrsti, 1, 2, röng. Komið í hérna. Nú koma fleiri. Þú beitir mig fyrir. Ég spennir á fyrir. Svona. Það er fínt. Þá eru þeir allir komnir, Rísafiskur. Allir komnir, sko. Jólin koma brátt. Jólaskapið kemur smátt og smátt. Jæja, þá eru þeir fastir og ætti ekki að geta losna. Það var fínt. Þá leggjum við í að það mátt ekki seinna vera. Svona. Jæja, allt í lagi. Allir tilbúnir og af stað nú. Í hvaða átt viltu fara? Ha? Í hvaða átt? Það er ekki, ég bara, ég er búinn að vera svo lengi á reki að jú, við förum í nei, sko við förum í þessa, ég meina þessa átt, förum í, ég veit ekki hvaða átt við eigum að fara. Ég segi ykkur alveg satt. Ég veit ekki hvaða átt við eigum að halda. Ég er búinn að vera svo lengi að þvælast á sjónum að ég er alveg búinn að týna áttum. Þetta gengur ekki, séra Jón. Nei, þetta gengur ekki, séra Jón. Já, verið alveg rólegir, piltar mínum, ég er eftir eitthvað í hér. Ég veit. Það er ekki annað að ræða. Það er ekki annað að ræða. Nei, það er alveg satt, séra Jón. Hvað svo sem það er, þá er víst ekki annað að ræða. Ísbjörnin hefur rétt fyrir sér. Sko, það verður svo að vera. Hróar verður að vakna. Hróar? Hvað kemur þetta hróari við? Nú, hann ratar. Hann er hrafn og hrafnar rata alltaf til hans. Komdu, við skulum vekja hann.
Sko, hrafnar geta vísa manni veginn til lands. Ég hef reynt það áður. Sko, þegar ég og Flóki vinur minn, sem sumir kalla hrafnaflóka, vorum á leiðinni til Íslands fyrstir manna, þá slepptum við hröfnum og þeir vísum okkur leiðina til lands. Já, reyndar var það nú ég sem átti hugmyndina. Já, en eftir ég er svona frekar yfirlætislaus maður, þá hef ég aldrei verið að flíka því í öðrum sóknum. Hróar minn, viltu eiga við mig orð? Hróar minn, ég verð að tala við þig, það er dálítið áríðandi. Hróar! Hróar! Það eru engin takmörk fyrir því hvað þú getur verið til mikils ama, Ja, það verður eitthvað að taka til bragðs, réttu mér vasaljósið þarna. Ó, Hróar minn, svona. Hvað ætlar að gera, séra Jón? Já, ég ætla að plata hann svolítið, láta hann halda vorið sé komið. Þá hverfur skammdegis þunglindið og hann vaknar. Mikið er vorið alltaf indælt. Finnir þið vorilminn í loftinu, strákar? Já, góðan daginn, Hróar minn, og velkomin á fætur. Má ég ekki bjóða þér upp á þilfar til að teygja svolítið úr þér eftir vetrardvalan? Æjú, það væri ágætt. Svona, já, komdu, kallinn, svona, já, ég skal hjálpa þér upp, já, ég skal svona, komdu, kallinn, upp í sólskinni, já, svona, já, það var rétt, já, svona, já. Þarna komið þið þá. Ég held að þið væruð hættir við allt saman. Nei, nú erum við einmitt tilbúnir. Mikið skelfing ætla þetta verða kallt vor, svei mér þá. Ég man bara ekki eftir öðrum eins vor að kulda. Hróar minn, heldur að það kæmi til mála að þú myndi vilja vera svo góður að hjálpa mér svolítið. Sko, þannig er að ég er ekki alveg klár á því hvert ég á að stefna til lands. Heldur að þú gætir ekki flogið á undan og vísa mér veginn. Alveg sjálfsagt. Ég vil fyrir alla muni komast í land. Ég langar að vera að spóka mig í bænum. Það er svo gaman á vorin. Já, heyrðu, þú mátt sleppa marbendlunum leið og Hróar hefur sig til flugs. Skal gert, séra Jón. Vorið er komið og grundirnar gróa, dýrin og lækir til fossa af brún, syngdu í unni og söng kemur lóa, svanir og hjartir og þröstur í tún, svanir og hjartir og þröstur í tún. Heyrðu, við verðum að hraða okkur ennþá meira ef ég á að ná því að hringin í jólinn klukkan 6. Er klukkan virkilega orðin svona margt, séra Jón? Já, og ég verð að hringja á slæginu 6 og ef ég kemst heim örlítið fyrr þá verður hægt að setja jólatréð upp á torginu áður en ég byrja. Risafiskur, en nokkur leið að þú getur látið marbendlana fara svolítið hraðar. Tíminn flýgur frá okkur. Ég skal reyna, séra Jón. Ég vona bara að þeir endist alla leið. Getur hann látið að fara hraðar? Já, en hann er orðinn skelfing þreyttur og marbendlandi líka. Ég er ekki viss að það takist. Ég skal syngja baunasengju fyrir hann. Mörgæsin sagði að það væri styrkjandi. Sérstaklega fyrir risafiska. Sagði hún það? Já, alveg satt. 2 hrammar til ofurgæsar.
Asjuk tjasni, asjuk, konditi, rosta hali fullteke. Honky tonky tom tom. Asjuk tjasni, konditi, rosta hali fullteke. Honky tonky tom tom. Asjuk tjasni, konditi, rosta hali fullteke. Ísbjörn, komdu! Ég held ég sjái grilla í eitthvað í sjónaukanum. Sjáðu? Já, ég sé eitthvað, en það hreyfist upp og niður. Það af því að þú hoppar sjálfur upp og niður álfurinn þinn. Lofaðu mér að sjá núna. Heyrðu, það stóra litla Bugðuvík. Ég sé þorpið mitt. Við erum að verða komnir. Risafiskur, ég sé þorpið mitt. Við erum að komast í land. Marbendlarnir vilja ekki fara lengra og þeir eru að reyna að býta sér lausa. Ég get ekki haft stjórn á þeim lengur. Bara örlítið lengra, elsku besti risafiskur, bara örlítið lengra. Sem mannfuglunum hefur dottið í hug að færa jólin fram á vor. Ég hlakka svo til. Ég hlakka líka til. En ég ætla að sitja hér stilltur og prúður og bíða þangað til séra Jón er búinn að hringja klukkonum. Heyriði, hann er byrjaður að hringja. Risafiskur, heyrir þú líka? Ég vona að fólkinu líki nýja lagið hans. Þú ert nú ekki eins leiðilegur og ég hélt. Að vísa ekki að kannski afburða greindur, en það er nú kannski ekki aðalmálið. Einlægni bæti þar nú dálítið upp. Og það er enginn komin til með að segja að heimska séu það samúð leiðindin. Nei. En það er alltaf aftur annað mála. Gleðileg jól, kæru vinir. Þeim tókst að koma jólatrénu upp á síðustu stundu og allir voru óskaplega hrifnir af nýja laginu mínu. Gleðileg jól. Gleðileg jól, séra Jón. Mikið er ég glaður að heyra þetta. Gleðilegt sumar og gleðileg jól. Nei, mikið er orðið fínt hjá þér. Þetta er nú bara það fallegasta jólaborð sem ég hef nokkurn tíma séð. Risafiskurinn, hvar er risafiskurinn? Risafiskurinn hlustaði á þig hringja kirkjuklukkonum, en hann þurfti að fara og hitta fjölskylduna. Hann bað fyrir kveðju og sagði skildi heilsa upp á þig næst þegar þú ferð í róður. Marbendlarnir fóru líka leið og risafiskurinn var búinn að losa þá, en þeir kvöddu ekki. Róar minn, ætlar þú ekki að sitja til borðs með okkur í kvöld af því að nú eru jólin? Á ég að lýsa á hann með vasaljósinu? Nei, við skulum lofa honum að sofa. Hann er þreyttur eftir flugi. Jæja, Ísbjörn, vegna þess að nú eru jólin, þá ætla ég að gefa þér svo litla saft með matnum. En þú mátt ekki klára allt úr flöskunni. Það myndi ég aldrei gera, séra Jón. Heyrðu, ég hitti frystihússtjórann í kirkjunni og hann sagði mér að þú gætir komið og unnið við stöflun í frystigeymslunni þegar þú ert ekki að sinna hásettastarfum hjá mér. Gleðileg jól.
Gleðileg jól, kæri séra Jón.